Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú komin hérna í stúdíó til mín nýr þáttastjórnandi föstudagsþáttarins á N4. Segir maður ekki föstudagsþáttarins? Jú. Velkomin Vilhjálmur Bergmann Bragason. Þakkir María mín, gaman að vera hérna með þér og að fá að fylla í þessi frábæru fótspor þín. Bara frábært að fá þig og hérna, þú munt byrja í september, eða ekki? Jú, 4. september. Fyrsti þátturinn? Já. Og verður ekki öllu umturna og eitthvað nýtt svona take? Það verða gerðar einhverjar breytingar. Við erum í mjög svona spennandi vinnu núna. Sjá hvernig við getum svona breytt þessu eitthvað aðeins og ætlum að reyna að koma fyrir píanói mögulega í settinu og svona alls konar. Þannig að ég er rosalega spenntur að sjá hvað gerist. Mun þetta heita áfram á föstudagsþátturinn eða erum við að tala á talið með Villa? Ég held að við höldum nú í þetta vörumerki föstudagsþátturinn því að mér skilst að þetta sé sá þáttur sem hefur verið lengst í loftinu. Hér, ég vona að ég sé ekki fara með fleipur í því samhengi. Ég get ekki verið það þá því að ég veit það ekki. Nei, það er bara frábært eins og er. Við höldum þessu bara blákalt fram. Já, og þú heldur áfram með föstudagsþáttinn. Já. Villi. Þetta er mjög spennandi. En hvað ertu búin að vera að brasa svona undanfarið? Við vitum það kannski þarf ekkert endilega að kynna þig, en jú, við skulum gera það almennilega. Við hérna fyrir norðan þekkjum þau sem Villa vandræðaskáld, ásamt henni Sessi, og þið eru svona spéfuglar sem að semjið lög og ljóðum allt mögulegt. Akkúrat, við erum svona grín tvíeyki og höfum verið núna starfandi eigum einmitt 5 ára afmæli núna þessar mundir, eða í haust eru 5 ár. Eru samt bara 5 ára? Já, þetta hefur liðið ótrúlega hratt, verði ég að segja. Já, það var nú eiginlega bara að því að við slysumst til þess að gera sýningu saman þegar við vorum bæði tiltölulega nýflutt heim og námi og þetta vandræðaskáldasamstarf spratt upp úr því við fórum að gera þessi lög og höfum ekki hætt síðan, engin friður fyrir þessu fólki. Hvernig gerist þetta? Það bara, jæja, Sessi eða Villi, nú er þetta sem við þurfum að yrkja og þið hittist bara yfir kaffibolla og þetta kemur, eða? Já, yfirleitt sko, ákvæðum við kannski, nú þurfum við að semja eitthvað og svo reynum við að finna einhvern flöt, en svo gerist það líka að það er kannski eitthvað sem er mjög ofarlega á baugi sem að bara annað okkar tekur sér til og semur texta og svo semjum við lag saman eða annað okkar semur bæði lag og texta. Ég prófaði til dæmis í COVID að aðlaga hérna smellinennar Gloria Gaynor, I Will Survive, snúa því upp á það sem var að gerast í samfélaginu. En yfirleitt semjum við bæði lög og texta. Og hvað, hafið eitthvað svona registur yfir þetta? Hvað er þetta orðið mörg lög? Hvað er þetta orðið stórt? Þetta er mann yfir 100 lög. Já, það? Já, þetta er alveg... og náttúrulega mörg vera þannig að maður spilar þau einu sinni og svo aldrei aftur. Bara við þetta tilefni kannski? Já. En þetta er ótrúlega fljótt að telja. Haldið þið ekki utan þetta einhvern veginn svona? Jú, við erum með Excel-skjal. En við náttúrulega, ég segi fyrir mig, eins og aðri listamenn, þá náttúrulega sumarið kannski mestu leyti einkennst af því sem hefur verið að gerast í heiminum, ekki bara í þjóðfélaginu, heldur bara alls staðar, þannig að maður hefur kannski ekki fengið að spila eins mikið opinberlega og maður gerir venjulega. Þetta er svolítið háð listamönnum bara. Já, en maður semur þó bara meira á meðan og gerir gott úr þessu. Og kemur því út á netið? Já, kemur því út á netið og svo maður þó maður sé í þessu vandræðaskálda batteri þá maður í alls konar öðrum verkefnum. Nefnilega í ýmsum öðrum verkefnum. Já. Segðu okkur aðeins, hvað er framundan hérna fyrir utan föstudagsþættina? Það er ýmislegt. Ég er í 2 verkefnum tengdur leikfélagi Akureyrar núna í vetur. Annað er auðvitað þannig að maður má kannski ekki segja mjög mikið. Hitt er þér nú aðeins kunnugt því það er tæring sem verður á hælinu. Svona site-specific leiksýning sem ég hef verið að skrifa fyrir. Ég er afskaplega spenntur að fylgjast með þeirri vinnu, það byrja nú bara æfingar eftir helgi. Eftir helgi koma leikararnir og verða bara á hælinu að setja sig inn í rýmið og æfa upp verkið sem verður frumsýnt 19. september. Já, akkúrat, það verður mjög spennandi. Og svona allt öðruvísi verkefni en ég hef tekið þátt í áður. Og sem leikskáld, þú veist, ég náttúrulega, því að ég fekk styrk fyrir því fyrst og réði því sem leikskáld, en áttaði mig svo því að kannski hefði maður átt að byrja á einhverjum öðrum enda, en þetta er bara ferli sem allir hafa lært af. Já, heldur betur. Þetta er búið að vera mjög gefandi og gaman, finnst mér, að vinna svona líka því maður veit að
þegar maður kemur á svona verkefnum að þetta ekkert sem þetta mótast allan tíman sem verið að vinna í því. Svona samsköpuna verkefni. Já, þannig að maður má ekki vera taka þessu of alvarlega og vera tilbúin að aðlaga sig að öllum breytingum sem þarf að gera. Og svo erum við alltaf að aðlaga okkur því að nú náttúrulega COVID og við getum ekki tekið stóra hópa þarna inn á þetta litla hæli. Hvað þá núna þegar maður þarf að passa sig. Já. Við erum mögulega að tala 10-15 áhorfendur á sýningu. Einmitt. Þannig að þetta verður ansi margar sýningar ef einhverju vilja koma að sjá. Heldur betur. Þannig að ég bara bjartsýnn á veturinn þó maður auðvitað eins og aðrir veit ekkert hvernig hlutirnir þróast en þá vonandi bara getum við farið að opna leikhúsin. Ég vona það líka. Ég held að bara tónleikastaðina og allt. Andlegrar heilsu þjóðarinnar vegna þá það óskandi að það verði hægt að gera það því að ég held að fólk ætti svolítið erfitt með að sitja heima margar vikur inn í veturinn. Já, og allir þessi leikrit sem bíða frumsýningar eru full æfð kannski og allt þetta sem fólk er að springa með bara. Einmitt, þetta hefur svo mikil dómínó áhrif ef það tekst ekki að byrja að sýna. Já. En þá alltaf föstudagsþátturinn og annað til þess að horfa á. Á sínum stað. Já, við erum að horfa á Björtu hliðarnar. Já, hann fer ekkert sko. Nei. Okay, og svo eitt í viðbót sem að kannski mér finnst áhugavert líka því þú ert þessi listaspíra. Þú hleypur líka út um allt. Já. Hvenær tókstu upp á því? Það eru kannski svona 2-3 ár sen ég fór að hlaupa eitthvað af ráði og bara svona verið að færa mig alltaf upp á skaftið meira með það. Þetta er bara náttúrulega svo hver önnur fíkn að maður bara fer á kafi í. Og hvað gerur? Hreyfur það á hverjum degi? Hleypur á hverjum degi? Ég reyna að hlaupa eða að hreyfa mig allavega eitthvað á hverjum einasta degi. En hleyp kannski svona lengri vegalengdir annan hver dag. Svona allavega 5-10 kílómetra. Vel gert. Og upp undir hálfmaraþon svona við í stuði. Ertu að stefna á Súlur Vertikal eða? Það var planið, það var náttúrulega blásið af eins og... Ætlaðir í það? Ég ætlaði í það. Aðalega vegna þess að ég vann gjafabréf sem ég veit nú ekki hvort það var meiri vinningur eða refsing en ég gat náttúrulega ekki, ég varð að taka það. Þú vannst sem sagt þátttökurétt í Súlur Vertikal? Já, þegar ég hljóp hálfmaraþon fyrir þessu verð. Og meðan aðrir fengu út að borða eða gistingu og Siglufirði þá vann ég hlaup fyrir einn í fjallahlaupi. Það er svona pínus dæmi gert fyrir mig. Þetta er skemmtilegt. En þú þá ekki farið einn, ég veit að sumir fóru bara sitt vertikal hlaup. Sko. Nei, ég tók bara svona innanbæjar skokk í staðinn. En ég átt eftir, ég skorast ekkert undan því. Notar ekki bara vinningin á næsta ári? Jú, ég hlakka til. Þetta er mjög flott hlaup og ég vissum að þetta verður viðburður og heimsmæli hvarða. Það hlýtur að vera. Þetta er svakaleg vegalengd og erfið, sko. Þú náttúrulega 3 vegalengdir. Já, þannig að fólk getur svona stillt af svona eftir getu og sjálfspinningar þörf. Ég áttaði með því þegar ég fór inn í labbandi í róliheitum til að gista að fólk er að leika sér að því að hlaupa þarna fram og tilbaka. Þetta er bara eins og góð hlaupaæfing. Já, heldur betur. Og svo skils mér, ég hef nú ekki orðið var við þær framkvæmdir en að bærinn setti víst, held ég, 40 milljónir eða eitthvað í að gera betri stíg upp í Lamba, við erum náttúrulega eigum þessa... Ég sá eina gröfu á leiðinni, hún er kannski að vinna í þessu. Hún er kannski, kannski einn maður sem á bara að sjá þetta. Já. En þetta er alltaf, við höfum náttúrulega með þessa útivista perlu bara hérna í bakgarðinum og bara frábært að það sé að nýta það í alls konar. En Villi, við förum víðan völl, en það er bara gaman og þannig væntanlega verða þættirnir víðan völl svolítið. Já. Föstudagsþættir vilja verða. Ég held mann er ekkert óviðkomandi, það er bara gaman að spjalla um hvað sem ber á góma. Er það ekki þannig, ég líti á þetta svolítið svo bara gott partí. Maður talar bara um það sem fólk vil tala um og leyfir þess að það þróast. Og svo þú skreita þetta með píanónu, það verður nú ekki slæmt. Nei, það er gott að geta gripið í það allavega. Við bíðum spennt eftir fyrsta þætti Villa, hvernig ætlar að titla þið bara? Villi B eða Villi Vandró? Þetta er allt í vinnslu. En þangað til, takk kærlega fyrir komuna Vilhjálmur Bergmann Bragason og gangið þið vel. Takk fyrir mig og sömuleiðis.